Komið sæl og verið velkomin, hjartanlega velkomin í Fréttir vikunar með Snorra Másinni ritstjóra þann 7. júní 2024, vikulega fréttaþáttinn sem þið þekkið með einföldu grunngildin ást á ættjörðu, ást á sannleika. Við höfum sagt það áður hérna upp að þessa þáttar, höfum minnst á það lauslega að við þykjum ekki rekstrarfé úr ríkissjóði eins og flestir aðrir miðlar sem kom ykkur fyrir sjónur dagsdaglega. Ég las síðast grein í vikunni frá sviðsstjóra SAFT netöryggismiðstöðvar Íslands Skúla Braga Geirdal sem áður starfaði hjá Fjölmiðlanefnd það hvað Íslendingur væri mikill vandi á höndum þegar kæmi að því að mikið af fólki neytti frétta á samfélagsmiðlum. Punkturinn ávallt sá að við eigum frekar að neyta frétta frá einhvers konar traustari fjölmiðlum. Hérna segir, traustir fjölmiðlar og staðreyndavaktir eru björgunarhringurinn í upplýsingaflóðinu og því mikilvægt að við styðjum vel við þeirra starf og gerum þeim kleift að sinna hlutverki sínu í að halda okkur upplýstum á tímum upplýsingaóreiðu. Og það alltaf sama blindan þegar kemur að svona yfirlýsingum og umræðu frá Fjölmiðlanefnd. Skúli Bragi starfaði þar og skrifaði mikið af greinum í nafni Fjölmiðlanefndar. Það alltaf sama blindan á það að upplýsingaóreiðan getur alveg líka komið frá traustum fjölmiðlum. Þeir geta sagt ýmislegt sem síðan reynist ekki rétt, en við eigum sagt þessu að trúa þeim hálfpartinn í blindni. Bara eins og, ég starfaði í hefðbundnum fjölmiðlum þegar COVID-faraldurinn var og þá var mikið deilt þetta hverju mætti að trúa og eftir á að hyggja þá mikið af því sem kom fram í traustum og hefðbundnum fjölmiðlum þá reyndist það rangt en það voru aðeins jaðarmiðlar sem voru að segja það sem síðan reyndist rétt, þannig að hvorum áttum maður að treysta þá. Ég held að þessi umræða sé ákveðnum villigötum. Miðlalandslæði að breytast en það ekki stór hættulegt, það ekki alltaf að fara að gleðina í sundur hérna, heldur getur verið að þetta sé mun frekar bara lýðræðisbylting, það að segja þessi samfélagsmiðlar og allir geti tjáð sig, þó ég sé ekki vissum að ég átta mig á að það mikið að hafa einhvers konar miðlægan grunn allavega. Þetta hérna aukaatriði, mögulega, samt aðalatriði, en við erum á frjálsum markaði, það það sem við erum í grunninn. Hér í Fréttum vikunar, við erum stoltir að vera í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Happy Hydrate nýr samstarfsaðili Frétta vikunar. Ég ætla að sýna ykkur hérna í næstu viku, við erum að tala um svona stikur með söltum, orkubolta hálfpartinn í stikuformi, þar sem að fær nauðsynleg sölt. Það að segja, líkaminn hann svitnar, þvaglosar, alls konar hlutum, ekki bara vatninu, heldur líka mikilvægum söltum og vítamínum og svona. Og Happy Hydrate sækir það tilbaka fyrir okkur. Í Happy Hydrate líka magnesium sem lykilatriði fyrir til þess vöðvasamdrátt, taugastarfsemi, orkuframleiðslu. Ef þú ferð í skort gagnvart til dæmis magnesium og öðrum steinefnum sem í þessu, þá að tala um þreytu, almenna vanlíðan, vöðvakrampa, ég veit ekki hvað. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert. Ég að byrja að prófa að taka þetta núna, þannig ég ætla að segja ykkur hvernig það virkar á mig. En fólk að tala um, einhverjur að segja, eitt glas af þessu með duftinu sem án aukaefna, vel að merkja, þetta ekki fullt af einhverju drasli, þetta bara góða stöfi, síðan svo að drekka 3 vatnsglös, þannig að þetta virkilega lagar vökva upptökuna í líkamanum og inntökuna og eitthvað. Þannig að mjög spennandi að prófa þetta Happy Hydrate. Ef þið viljið, hlustendur, prófa þetta með mér, prófa að sjá hvað áhrif þetta hefur á ykkur. Annars samstarfsaðili Frétta vikunar, Myntkaup. Við fjöllum svo sem að ofta þessum vettvangi að það eru ýmsar vendingar í rafmyntaheiminum. Það hefur staðið í Bitcoin í kringu 70.000 bandaríkjadali nokkra hríð og aldrei að veita hvert það fer allt saman. Margir sem eru að gefa þessum eignarflokki gaum, fjárfesta einhverjum litlum hluta, til þess örgum hluta sparnaðarins í þetta, prófa að vera inn í þessari byltingu sem sumir segja sig byltingu. Það er Myntkaup, prófið Myntkaup eða á áhuga á því. Fréttir vikunar. Í dag ætlum við fyrst og fremst að ræða í þessu þætti við Sigríði Á. Andersen, fyrrverandi ráðherra og þingmann Sjálfstæðisflokksins. Það er mjög áhugavert að ræða hana. Hún að tala við mig margt sem í umræðinu þessa dagana. Við erum náttúrulega, það eru nýafstaðnar forsetakosningar. Fréttir vikunar hafa ekki verið frá því að síðustu forsetakosningar fóru fram, þar sem Halla Tómasdóttir bar sigur úr bítum. Við erum að ræða vopnakaup sem var til umræðu í vikunni, til dæmis eftir ummæli Höllu Tómasdóttur, orkuskipti, hinn svo kölluðu orkuskipti, þar sem þarna til stendur að halda áfram að færa sífellt meiri hluta hagkerfisins hér á Íslandi yfir í endurnýjanlega orku eins og
þar segir, og Sigríður segir að það sé ekki endilega hagkvæm leið að allt gangi á rafmagni, heldur sé mjög eðlilegt að hluti sé rekið með jarðefnaeldsneyti. Og fjallar einmitt líka þetta að við eigum að draga hlutfallslega jafnmikið úr losun jarðefnaeldsneyta og aðrar þjóðir sem eru kannski nú þegar að nota svo miklu meira af jarðefnaeldsneyti hlutfallslega en við, þannig að rosalega áhugavert þar. Við ræðum líka bara almennt stöðu hægri manna eftir forsetakosningar, næstu þingkosningar. Við ræðum bókun 35 og það er fyrst hérna núna sem ég átta mig aðeins á bókun 35 sem þið hafið kannski heyrt. Þetta er svona eitthvað sem þeir sem hafa efasemdir Evrópusambandið og hafa ágjör af til dæmis framsali fullveldis í því máli leggja mikla áherslu á bókun 35 að Íslendingar eru með þetta frumvarp sem stendur til að einhvern veginn komi gegnum þingið sem kveður á svolítið flókna lagatæknilega hluti, en Sigríður útskýrir þetta þannig að þú vilt skilja það bókun 35, hlustaðu það áfram. Áður við förum í Sigríði, þá var þessi nýji forseti okkar kjörin hérna helgina. Við höfum óskað Höllu Tómasdóttur til hamingju með það. Hún á mann og það þarf að finna einhvern titil fyrir hann og það var skorað á mig á ritstjóran á Instagram að bregðast við tísti þess efnis Örn Úlfar Sævarsson sem ég þekki og var með mér í pallborði hérna á dögunum sem sá mæti auglýsingamaður Örn Úlfar Sævarsson sem þó svona hallur undir kynhlutlaust mál allavega svona hefur ákveðin hvernig lýsa maður því? Sumir eru kannski ekki mjög hallir undir kynhlutlausa máli en þeir eru viðkvæmir fyrir því þegar menn eru mjög á móti kynhlutlausa málinu. Þú veist það að segja það ef þú talar kynhlutlausa máli þá ertu með þá sem eru mjög mikli kynjamálsmenn og tala bara öll og aldrei menn og ég vil aðalega binda þetta við fornöfnin og hvorukynið, það er að segja öll í staðin fyrir allir, það er það sem er virkilega óeðlilegt í þessu að tala fólk, mér finnst það svona aðeins önnur kategóri, þá ekki að blanda þessu alveg svona saman eins og var gert alltaf í þessum spurningum í forsetakosningunum. Í þeirri umræðu allri var alltaf spurt alveg út í hött, þannig að fólk gat ekki átta sig á því hvað væri verið að spyrja, þannig að fólk þurfti heldur ekkert að svara hvort að þau myndu breyta grundvallar málfræði íslenskunnar í embætti. Og flest svörum svona, við ætlum að reyna að gera eins og að svona framfara hyggjan alveg að fara með fólk að allt sé allar breytingar séu jákvæðar, þú veist allar breytingar séu í eðlisinu jákvæðar þú veist, þetta er að fara svona kurvu upp á við erum alltaf að vera betri, við erum að reyna betur og þetta sé svona eitt af því, við erum að reyna að vera betri allavega menn Örn Úlfar Sævarsson skrifar í tísti menn, setur hann í gæsalappa, hljóta allir að vera sammála að maki forseta verði áframkallaður forsetafrú, ekki fyrir að hringla með íslenskuna eða ógna henni með því að búa til ný orð til að þóknast einhverjum kynja snjókornum. Ráðherra er til dæmis alltaf ráðherra. Þetta skrifar Örn Úlfar Sævarsson og nær svona heppilega að snúa upp á þessa umræðu þarna kynja umræðuna, þetta eru oft sjónarmið þeirra sem eru á móti þessu kynjamáli að segja að við eigum ekki að vera að ógna íslenskunni eða hringla með hana til þess að þóknast einhverjum snjókornum. Og já, ég meina Ragnhildur Þrastardóttir gafall kollegi mín á Morgunblaðinu og heimildar kona núna skoraði á mig að bregðast við þessum hugmyndum hvort við getum ekki haft þetta bara áfram forseta frú, jáfnvel þótt þetta verið karl og ég veit ekki, ég meina sko frú er náttúrulega ekki alveg sama er ekki alveg hliðstætt orðinu herra á öllu leyti. Það er að segja að ráðherra hefur svo svolítið sjálfstæða merkingu, augljóslega. Ráðherra vísar ekki til karlanauðsynlar, herra er ekki hefur ekki bara þá einu merkingu karl, herra er einhver sem drottnar yfir öðrum, ráðherra. Það hefur vissulega eina merkingunum er karl, en önnur merking er einfaldlega herra að vera sín eigin herra. Flettið sem þessu upp í germönsku þá var harjaz eitthvað svona, þá er þetta herra eitthvað tengt hernaði, einhver sem drottnar, einhver sem er í stríði. Þannig að herra er komið þaðan og hefur ennþá þessa merkingu að drottna yfir einhverjum, ekki bara að vera karl. Þannig að í þeim skilningi ráðherra er ekkert sérstaklega óeðlilegt fyrir konur, en það eru konurnar alltaf bara titlaðar, ráðherrar, og það er bara karlkyns orð sem bara þær eru titlað með og það er ekkert óeðlilegt við það merkir einfaldlega þetta ráðherra, það tengist ekki karli í hugum flestra málhafa, hygg ég, þótt herra hafi þá aðra aukamerkingu sem er karl. Orðið frú, ef við förum í að forseta frú sé karl, þá er það aðeins annað eins að frú þýðir
eitthvað mjög tiltekið og það er kona, það er alltaf kona og hefur verið það frá miðöldum í fletti líka upp þannig að ekki sambarlegt og þannig að ef maður ætlar að nota málfræðileg rök þá er náttúrulega erfitt að fallast á þetta með Erni Úlfari Sævarsinni eiginmaður ráðherra sko forseta herra ráðherra ef þetta væri karl sem væri með ráðherra frú eiginmaður forseta öll þessi umræða leiðir hugan minn persónulega að félaga mínum sem var í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands á sínum tíma var þunglindur þar og fann svona skólanum allir foráttum hataði þetta og einhvern veginn var hann að amast við því að eitthvað umrætt nemendafélag heiti Politica hét félag stjórnmálafræðinema og hann sagði þessi flegu orð við mig af hverju heitir þetta ekki bara félag stjórnmálafræðinema þarf alltaf að hafa nafn og ég segi það hálfpartinn eiginmann forseta herra, þetta eiginmaður forseta frú, höfum við þörf fyrir sérstöku nafnorði, það er stóra spurningin í þessu, ég held að forseta maður, eða forseta herra hafi verið svona það sem hlaut mest brautagengi í könnun sem vísir mun hafa gert forseta herra, minnst það ekki þjált en kannski geta vanist, við erum alltaf að læra þessi umræða kynhlutlaust mál og kynjamál er svolítið á yfirsnúningi þessa dagana Sigríður Hagalín skrifaði mikla grein og það sem ég gagnrýndi þeirri grein var að Sigríður Hagalín sagði að einhver svona breytingar eins og kynhlutlaust mál, eitthvað skrítið hvoru kyn að það væri ekki að fara að leggja tungumáli í rúst, það væri ekki að fara að ógna tungumálinu eða tilvist tungumálsins, heldur væri það aðrir þættir sem ég fellst á, en þá fannst mér svolítið strámaður gerður úr því að það væri eina gagnrýnin á kynhlutlaust mál að þetta ógnaði tungunni. Það er ekkit það sem ég til dæmis hefur verið að benda á persónulega allan í minni gagnrýni eða margir aðrir. Þetta er ekki bara það heldur, finnst fólki kannski svolítið óeðlilegt að Ríkisútvarpið hafi forgöngu pólitíska málbreytingar. Það er kannski almálið. Þannig að fólk svona svolítið ítir þeirri gagnrýni til hliðar og segir bara, þetta er ekki að fara að eyðileggja tungumálið. Sigríður Hagalín talaði annað sem ég hef svolítið breytt skoðun, eða svona lítilega breytt skoðun á því á undanförnum misserum. Þar að segja, ég lærði íslensku í háskólanum og þar var mikill kúltúr fyrir því að það væri ekki til neitt sem heitir rétt og rangt mál og þetta er hugsun sem hefur verið mjög Eiríkur Rögnvaldsson hefur farið mjög framalega í flokki í þessari hugsun að það sé ekki til neitt sem heitir rétt og rangt mál að við eigum ekki að vera að leiðrétta fólk að við drögum úr áhuga þess að nota tungumálið að við erum alltaf að leiðrétta þau en ég er svona í seinni þegar ég smá farin að hugsa og ég var mjög sammála þessu og vildi aldrei neina leiðréttingar að fólk mætti bara tala eins og að vildi að þágufalls hneigð væri bara hneigð en ekki þágufalls síki eins og hann hefur verið kölluð og þetta á allt upptök sín öll þessi umræða á upptök sín í miklum umræðum sem fóru fram til þess bara 8. áratögnum í Íslenskri akademíu þar sem var mannfræðingar komið fram með þessar kenningar að þetta væri ákveðin tegund stéttakúgunar að vera með þessa málvöndun og síðan að vera að vanda fyrir fólki í málfræði að vera að segja hvað er rétt og hvað er rangt sem þeir segja og þaðan var þetta fóruð inn í hugvísindadeildir háskólans og var þetta svona ríkjandi hugsun að það sé ekki til neitt sem heitir rétt eða rangt mál að við eigum ekki að stunda neina vísandi málfræði heldur bara lýsandi málfræði ekki að vera að vísa fólki í veginn það hvað er fegursta málið heldur bara að vera að lýsa málfræðina það sé hlutverk málfræðinga og þetta er mjög umdeilt en í seinni tíð hugsa ég það er ákveðin íþrótt í því að koma auga á það sem er ekki nógu vel orðað eða það sem er ófullkomlega orðað eða það sem er rangt í samkvæmt máltilfinningum hans og það er ákveð sport og ég held að ef þú bannar það sport og segir bara það er ekki til þess að þetta er rétt og rangt þá ertu búin að búa til svona umhverfið það sem er ekki endilega sami hvati til þess að skrifa fallegt mál, tala fallegt mál að ungmenni sem eru að menntast að þau fá ekki metna fyrir því að fullkomna tökin á tungumálinu sem er svona það sem þau eiga að gera á þeim aldri Þannig ég tel líka og Sigríður Hagalín var svolítið þessum nótum að við höfum ekki verið að leiðrétta fólk að það er einhverja málvillir mun ekki eyðileggja tungumálið. Nei, vissulega ekki, en það er engu síður má alveg segja að það sé verðugt að vanda mál sitt og til þess að vanda mál sitt þá þarf maður að sjá það sem er ekki nógu vel gert, það sem er óvítla orðað. Þetta eru vangaveltur kynhlutlaust mál og málbreytingar. Ég ætla ekki að kaffæra ykkur í upplýsingum þetta. Bendi ykkur á grein Höskuldar Þráinssonar sem talar þetta góða dæmi í einhverju grein sem hann skrifa á Vísi á dögunum
að ef 4 voru hætt komnir í Reynisfjöru í gær, ef ég segi það, 4 voru hætt komnir í Reynisfjöru í gær, þá það beinlínis hlutlaust, þar segja þegar það gæti komið á daginn að þetta hafi verið 4 konur eða 4 kallar eða 2 kallar og 2 konur og þetta myndi ennþá hafa reynst rétt að hafa sagt að það voru 4 sem voru hætt komnir þarna, en þess að 4 kynhlutlaust, 4 létust í slysinu eða 4 eitthvað svoleiðis, 4 kynhlutlaust, þar segja það málfræðilega hlutlaust, það er í málfræðilegu karlkynni en það kynhlutlaust, af því að það segir ekkert kynnið. Ef þú segir 4 þá verður að hafa verið karl og kona í hópnum. Þannig að það einmitt ekki hlutlaust. Ég hef oft sagt þetta áður í þessum þætti, en þetta gott dæmi. Kynhlutlaust mál. Ég vona að við þurfum ekki að ræða þetta mikið meira, en þetta mikið rætt og þetta alveg gífurlega þreytandi. Ég held að tímabært sé að venda okkur í næsta lið þáttarins sem viðtal við Sigríði Andersen. Við erum að fara að ræða margt mjög merkilegt við Sigríði Andersen. Gjörðu svo vel. Sem sagt, Sigríður Andersen sest hérna með mér til þess að fara eins yfir alls konar mál sem við erum að vera þessa dagana, töluvert í fréttum og töluvert tíðindi auðvitað sem urðu núna helgina þegar Halla Tómasdóttir var kjörin forseti lýðveldisins sá 7. Sko Sigríður, áður en við förum að velta fyrir okkur málum, hvað bara fyrir hlustendur, hvað ert þú að gera þessa dagana? Þannig maður átti sig á því líka svona stuttlega. Já, þú veist að spyrjum störf, þá ég starfa einu bara sjálfsagt sem lögmaður í því, dagstaglega, aukvins að vera launalaus atvinnumaður í golfi og lyftingum. Akkúrat, þannig að þetta rólindis líf, saknarðu pólitíkurinnar? Það nú kannski varla hægt inn á litla Íslandi að segja að sko menn komist hjá því að vera í pólitík eða fylgjast með pólitík, þannig að það nú kannski ekki mörg tækifæri sem að gefast þess að sakna stjórnmálana, því að þetta umræðan allt í kring og maður þetta fylgist með og svona tekur stundum þátt í umræðunni eins og ég ætla að fara að gera hérna með þér, þannig að þú veist, þetta alveg ágætt, þetta ágætt að skipta þessum sjónarhorn. En setur þú í stellingar fyrir næstu atrennu eða væri það eitthvað að halda þess áfram? Fyrir næstu alþingiskosningu, já, mér sýnist nú bara menn ætla að klára þetta kjörtímabil og svona, þannig að það langur tími í það. Svarar einhvern hvort þú hafir einhver áform að taka slæðin? Nei, ég svo sem engin áform en maður sér bara hvernig þessu vindur áfram og svona hversu brjálað maður verður orðin í lok kjörtímabils. Það verður nú ekki eftir miklu að seilast endilega hjá Sjálfstæðisflokknum eins og fylgiði núna. Menn þurfa frekar bara að halda í sínar stöður. Það verður kannski ekki mikið af nýju blóði hjá flokknum eða hvernig sér það? Flokkurinn mælist með 17%. Þetta hefur lítið betur út þó að þú segir vafalaust að skoðanakannanir séu bara skoðanakannanir. Nei, ég segi svo sem skoðanakannanir eru skoðanakannanir og þær sýna þetta ákveðið mynstur og þetta lítur ekki vel út hjá Sjálfstæðisflokknum í dag, bara því miður og ég skynja það alveg í samtölum mínum við fólk sem eins og ég núna bara horfir á þetta utanfrá að það og hægri menn að þetta ákveðið trend og mörgum hægrimönnum finnst þeir vera svolítið kannski heimilislausir. Þannig að það þú segir að það sé ekki eftir miklu að slægjast fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Jú, það einmitt eftir miklu að slægjast fyrir Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningum. Hann verður auðvitað að rífa sig upp, ekki bara flokkurinn, ég meina þeir sem ætla að bjóða fram sækjast eftir því að vera kjörnir fulltrúar fyrir flokkinn, þeir verða að sýna það að þeir séu tilbúnir til að tala fyrir einhverjum málum sem að höfða til hægri manna og það hefur verið bara mikill skortur á því í stjórnmálunum í dag og mönnum bara strax refsað fyrir slíkt sko, þannig að og það engin furða kannski ef maður sér eins og þetta mælist, þá eru held ég miðflokkurinn með 13% og Sjálfstæðisflokkurinn allan í síðustu verstu könnunni sem ég sá einhver 17%, þú veist hvað og ef að borgarlegt hægri fólk myndi vilja eiga sér bara einn stóran flokk þá náttúrulega væri eðlilega að þessi flokkar væru í einni sæng í einhverju skilningi en þess að málefnin eru þú veist það strandar ekki á málefnum heldur bara fólki eins og þetta blasir við manni utanfrá og
engu að síður þá svona það algjör ómöguleiki og fólk svona einhvern veginn að karpa innbyrðis og smáflokka þróunin náttúrulega eitthvað sem sjálfstæðisflokkurinn óánægður með en þú veist, þegar þú segir einmitt borgarlegt og hægri sinna fólk það þarf einhvern fulltrúa inn á þingi, það manni einhver sagði sko að sjálfstæðisflokkurinn hafa einhvern tímabúti hætt að ræða samfélagsmál og þá færist fylgið eitthvað annað að það hefur meira þess að verið jafnvel meðvitu stefna á einhverjum tímabúti að ræða að blanda sér ekki inn í sko til dæmis einmitt eitthvað svona menningarátök sem eru samt ótrúlega stór hluti af því sem að gerast í stjórnmálunum. Hvað finnst þér, saknar þess líka í fari flokksins að séu líka í þessum lífsskildi í einhverjum skilningi sko? Já, tvímælalaust. Það bara, ég held að sé sammerkt með bara kjörnum fulltrúum almennt og sjálfsagt á það líka við bara fólk sem að tjá sig almennt á samfélagsmiðlum af því það auðvitað fleiri núna, þróun auðvitað hefur verið svo að það auðvitað fleiri en kjörnir fulltrúar sem að tjá sig opinberlega, það má kalla þessa samfélagsmiðla opinbera vettvang sem klárlega þótt að auðvitað sé menn bara talin í ákveðna búblu en það kannski þetta fólk á almennt sammerkt að bara einhvern veginn sko, fljóta svolítið bara með straumnum, vilja gera það og vilja ekki, það eru fáir sem vilja taka einhvern slag, svona slag kannski eins og þú hefur verið að taka gegn þessu kynjaða tungumáli sem dæmi. Það segir enginn í sjálfstæðisflokknum neitt það ef við hugsa út í það sko, ég hef ekki séð neitt sko. Nei, og ég get alveg sagt það sko, tek undir og bara þakka þér fyrir þessa baráttu sem þú hefur tekið, ég meina þetta er bara nauðsynleg umræða sko og en nei, menn einhvern veginn láta þetta yfir sig ganga og þú hefur líka stundum verið að ræða sko haturslögregluna, löggjöf hatursumræðu og hatursskólan sem var mikið keppikefli fyrrverandi forsætisráðherra Katrínar að koma á laggirnar. Og ég ætla ekki að segja að þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi kokgleypt það en einhvern veginn fær þetta samt að malla án þess að menn tali gegn því og það er svolítið sem að hægri menn held ég hefur vantað á þessu kjörtímabili að sko menn segja hey, við erum í stjórnarsamstarfi og auðvitað þarf að miðla málum og ég meina ég þekki það nú alveg ágætlega og bar nú klæði á vopnin á tímabili í þessu ríkisstjórnarsamstarfi en það breytir því ekki sko og við tökum COVID tímabilið og svona sko það þýðir ekki að segja sko já þú veist við vorum nú ekki hlynnt þessu og við eitthvað svona ef það heyrist aldrei sko menn geta verið í stjórnarsamstarfi og þurft að miðla málum en það má ekki leggja árar í bát þegar kemur að sko að halda þessum sjónarmiðum á lofti þingmenn, bara ef við tökum sem dæmi þingmenn fyrir sjálfstæðisflokkinn og sko nú veit ég svo sem ekkert hvaða skoðun þeir hafa kannski bara eru þeir sammála ég held að hluta þeim sé mjög og það er auðvitað eitthvað sem þykir eða skoðanalaus sem kannski verra sko, hefur kannski ekki skoðanar en hafi menn einhverja skoðanir svona sem að ganga þvert gegn einhverjum áformum ríkisstjórnarinnar gott og vel, þá mega menn samt ekki láta hjá líða að halda því á lofti vegna þess að stjórnmál og þáttaka í stjórnmálum auðvitað langhlaup. Þetta ekki bara skammtíma hlaup fyrir næstu skoðanakönnun eða næstu kosningar eða næsta prófkjör. Það dropinn sem að hóla steinin í þessu og það verkefni, ég líti á það, hlutverk þeirra sem eru kjörnir fulltrúar, það ekki bara þeirra vegna þess að ég hef nú alltaf sagt bent á það að menn geta haft áhrif í stjórnmálum án þess að vera kjörnir fulltrúar. En það þó að minnstakosti hlutverk kjörinna fulltrúa að halda þessum sjónarmiðum á lofti og vinna þeim fylgis, vinna ákveðnum málstað fylgis og það gera menn ekki ef að menn ætla bæði að taka þátt í stjórnarsamstarfi sem að felur það í sér að það séu málamiðlanir allt og allt flest út, sko, látum það nú vera. En ef að samhliða því, ef að saman fer þá síðan það að menn sko leggist bara upp í rúmið sko í fórsæti og láta ekkert í sér heyra. Þannig að það ekkert skrítið að segja til dæmis ungt fólk sem að fá kosningarétt núna á þessu ári eða næsta eitthvað, að fara að kjósa í næstu kosningum. Það ekkert skrítið að það spyrji sko, býtu
hvar eru sjónarmið Sjálfstæðisflokksins og hvaða skoðanir hafa menn þar á ýmsum málum, sko, þú veist, hinum á sem þessum eru, málum. þú veist, Þannig að, þetta eru astnaleg mál og það vita allir að þetta eru astnaleg og lítil mál en þetta eru samt svona fagurfræðileg lífsgildi einhvern veginn, eða þú veist, einhvern veginn að þegar fólk er að kjósa þá samsamar að segja bara einmitt, þú veist, ef það eru hugmyndafræðilegi píratar þá eru bara svona ákveðin atriði þar sem þau vita og tengja við og svo bara sömuleiðis bara, eða eru sjálfstæðismenn en einmitt þessi prófít sjálfstæðismannsins er orðin svolítið óljós já. og Tökum dæmi eitt bara að því þú segir lítil ómerkjan, það er engin mál sko lítil, þetta er bara hluti af umræðunni, en tökum bara dæmi þá mál sem er svona bara konkrétt mál sem liggur þingið einhvern veginn fer með bökum hildar yfir og það er þetta áfengis, einkaréttur ríkisins á áfengissölu. Sko, ung manneskja, eitthvað sem er að bara fara núna á kjörbænum, en hann veit í sjálfu sér ekkert sko hver afstaða sjálfstæðismanna eða þeirra sem eru á þingi er til þessa mál í heild. Jú, það hefur verið lögð fram eitthvað svona og það er eitthvað svona netsölu sko frumvarp og menn eru að berjast fyrir ykkur að selja áfengi á netinu, en bara kjarninn í málinu sem er sá á ríkið að hafa einkarétt á sölu almennt óháð internetinu og því, bara almennt eða ekki. Og það virðist enginn nenn að taka bara, þótt ekki væri nema 5 mínútur á dag sko til þess að tísta eða blogga eða hvað það er sko, til þess að ræða þessi mál, eða bara til þess að benda á það, eða til þess að minna á það að, þú veist, ég menn ef ég var á þingi, ég menn þá þyrst enginn að velkast í vagun það, ég er algjörlega á móti einkarétti ríkisins á sölu áfengis, náttúrulega fyrir utan það ég er bara á móti því að ríkið sé yfir höfuð að reka þau eru verslun, held ég að fara í en þau í eru það að minnsta einkarétti. fara í 500 milljón króna uppbyggingu á einhverju nýju húsnæði og átímaferð náttúrulega bara bætir í og er í svona náttúrulega tilvista baráttu sko á einhver leiti, ég veit ekki hvort það hjálpi tilvista baráttuna að byggja hálfs milljarðs króna hús en já sko það Og svo kemur svo bara það er eins og menn verið slegnir að menn þora ekki að ræða þessa baráttu því svo þetta skilur maður síðan sjónarmið templara og þeirra sem eru að vinna í forvörnum og tala nú ekki þá sem eru að vinna sko við áfengisvandamál sko áfengissýki og það og hjálpa veiku fólki. Auðvitað skilur maður það sjónarmið. En það þarf samt að ræða það og svara því sjónarmið. Það eru önnur rök og segja bara heyrðu og þetta bara vantar frá hálfu hægri mann. Þarna sko í víðu samhengi það er núna er fólk að ræða allt í einu framtíð auðvitað ríkisstjórnarinnar var svo sem að gera það fyrir þessar kosningar en náttúrulega niðurstaða sem kom mörgum verulega óvart þegar Katrín varð undir helgina með 25% meðan Halla fékk 34% sem er alveg afgerandi sigur með við hversu mjótt á munum að svona hefði talið dyrði ef að Halla hefði unnið og menn segja ýmislegt um það hvað þetta þýðir og hvað þetta þýðir fyrir ríkisstjórnina, hvað þetta þýðir fyrir Katrínu, fyrir þjóðina og þetta var bara einhvern veginn ákveðin óánægju yfirlýsing með störf ríkisstjórnarana sem birtist okkur þarna býsti við og líka bara að fólki vilja forsetan og etc. Þarna Halla Tómasdóttir sko, ef maður fer út í það þá veit ég ekki hvort það sé einhver íkja mikill munur á henni og Katrínu, þú veist, jú, Halla er náttúrulega, þetta er allt önnur áferð og allt önnur svona lífsviðhorf held ég í grunninn en einhver síður svona ef þú ferð út í þú veist þessi einmitt mál sem við erum að tala um að sjálfstæðismenn ræða aldrei allt þetta umhverfisæði og svo þessi endalausa umræða kyn og hvað skiptir miklu máli að konur séu líka að vinna hér og þar og þetta er svona er þetta bara mainströms hugmyndafræði eða til dæmis þessi jafnvel að blanda saman kynjajafnrétti og loftslagsmálum eins og stundum er gert að þetta sé mjög samtvinnað mál það er góð kenning þarna hvað heldur þú hvað heldur þú þá þjóðinni finnist af því að ég veit að þú veltir fyrir þig mikið til orkuskiptum og allir umræðum loftslagsmál hvað telur þessar niðurstöðu forsetakosninga segja um þetta og hvernig heldur að fólk hugsa almennt um þetta? Forsetakosningar almennt sko ég bara óska þessi bara fyrst í vettvangurinn eða svona ef ég get sagt óska nýkjör höllu með kjörið bara glæsilegur árangur hjá henni og sjálfsagt þetta spá og spekulera mikið í þessu og ég heyri það að menn eru voða mikið núna að reyna að halda því á lofti þetta hafi verið einhverja strategíska kosningar, menn allar kosningar eru strategískar, það er það sko, það eru allar kosningar það og ekkert verra eða betra við það, menn þannig eru bara hlutirnir sko
en þetta bara glæsur árangur hjá henni og ég veit það ekki, sko, mér leist nú þetta ekkert á blikuna bara í upphafi við fyrstu kappræðurnar þegar að mann datt alltaf í hug, sko, ekki þetta auglýsa embættið aftur vegna þess að mér fannst bara allir frambjóðendur vera einhvern veginn á villigötu með hlutverk embættisins og allir gerðu þeir svolítið svona meira úr embættinu heldur en efnist þetta til eða stjórnarskráin býður og stjórnskipanin og jafnvel venjur og hefðir. Þannig að umræða loftslagsmál, sko, sem var komin á flug þarna á einhverjum tímapunkti, svo fannst mér nú allir tóna sér svolítið niður í þessu. Þannig eins og allir frambjóðendur hafi fengið símtal frá einhverjum lögspekingi eða einhverjum sagt þetta er ekki vettvangurinn og svona, þannig að það var mikil froða í þessari baráttu af hálfu allra frambjóðenda að mínu mati. En ég vona bara að menn sprauti hana svolítið niður í þessu. En já, umræðan, sko, í stjórnmálum, þannig kannski hluti af þessu líka sem að ég veit að hægri mönnum finnst svolítið vanta í staðið og það er umræðan loftslagsmálin og orkuskiptin og þetta er orðið svolítið þannig. Ég held nú reyndar að mitt ágæta fólk, sko, í Sjálfstæðisflokknum margir, sko, sé raunverulega bara farnir að trúa froðunni sem vellur upp úr þeim í tengslum við til dæmis umræðum orkuskipti og að þetta sé orðið þannig að það slitnar ekki slefið á milli vinstri og hægri manna þegar kemur að einhverjum ákafa í það að fara í þessi orkuskipti sem að maður bara, sko, maður lítur hérna aftur fyrir sig, þau gerðu þetta fyrir 40 árum síðan, sko. Orkuskiptin á Íslandi fóru bara fram fyrir 40 árum síðan, 50 árum. Þannig að svo bara verður þetta fólk vera að vakna hérna og mikil áform þetta og það farið svo mikil orka, mannleg orka í það að ræða þetta, að bara því miður hefur bara margt mikilvægara orðið undir og við erum einhvern veginn að svona sjá afleiðingarnar af því til dæmis með... Það er alltaf mjög þægilegt að tala bara umhverfismál og segja einmitt að við þurfum að ná svipuðum samdrætti í losun og einhverja aðra þjóð þegar við erum löngu komin í kannski fyrir löngu, þú veist, ég með 90% hlutfall eða eitthvað, ég veit ekki, ég fer ekki rétt með tölunar. Já, 85-90% hlutfall af endurnýjanlegum orkugjöfum á meðan aðrir eru að keppa að fara fara úr 30% í 60 og Já, það er í 30, það er hjá Evrópusambandinu, það er bara markmið í 30. Og þá erum við einhvern veginn að því að síðan sér maður bara hvað gerist til dæmis bara hjá Þjóðverjum þegar þeir, orkustefna þeirra hefur náttúrulega verið mikill umræða bara eftir þetta stríð og hvernig hún afhjúpaði, hvernig það afhjúpaði bara hvernig menn hafa haldið á málum þar að reiða þessu á rússneskt gas og slökkva á á kjarnorku. Og ég var að sjá held í graf núna einhvers staðar þar sem að, sko, dollarinn er bara í góðu gengi, þar að segja þegar kemur að alþjóðaviðskiptum, þar að segja hlutdeild hans í alþjóðaviðskiptum er að aukast á meðan evran, sko, hefur hrunið á bara örfáum árum, gjörsamlega hrunið og fólk náttúrulega tengir þetta við það að Þýskaland er bara að missa sinn status sem alþjóðlega efnahagsmiðstöð og iðnaðarmiðstöð og þetta er gert, þarna eru menn hreinlega komin í einhver trúarbrögð eða ekki og bara eru að fórna efnahagskerfum sínum á altar einhverja trúarbröða þegar, þú veist, þegar ég veit ekki betur en að stærri iðnþjóðir eru bara jafnvel að auka útblástur, þannig að þetta er í raun og veru tapa stríði að einhverju skil ekki, þar að segja ef maður fer ekki út í það hvort þessi útblástur sé nettó slæmur eða góður, það er endalaust hægt að karpa það og eflaust eru flestir á því að hann sé slæmur en það er samt alveg hægt að líta á það frá öðru sjónarmið eins og við sáum hann hjá David Friedman á sínum tíma þegar hann var, en þannig að þetta er svona, það hefur gripið sig eitthvað æði og líka hér, að það er svo auðvelt að segja bara alltaf loftslagsmál, rétt eins og þessi forsetaframbjóð, það er svo auðvelt að segja bara já, loftslagsmáli kynjajafnrétti ætlum að gera það. Svo er það líka, sko, ég óttast svolítið að þegar menn kalla á fleiri virkjanir eftir fleiri virkjanir, það liggur alveg fyrir, auðvitað koma eru toppar í orkunýtingu þar sem að við höfum ekki nægt rafmagn og það getur bara verið út af þegar þetta veðrið eða ég meina það, orkubúskapurinn fer auðvitað upp og niður. Og margir eru þetta æstir í að virkja og halda það sé lausnin að virkja meira. Einhverju leyti þetta getur það hjálpa til að bæta við einnig virkjunum en það breytir því ekki, jafnvel þóttu myndu virkja meira þá stæðum við frammi fyrir svona toppum eftir sem áður. Það er, og þá gleyma menn í þessum ákafa sínum fyrir að virkja og ég veit ekki alveg hvað er á bakvið
hvað það sem drífur þessa virkjuna sinna, ef ég má kalla það þannig, ég þetta íkja svolítið, þessa virkjuna sinna í þessu, hvort það að því að menn vita þetta, þá er komin þetta ákveðin svona spenna í hagkerfið sem að menn, þú veist, geta í skamman tíma orðna sig við, sko, eitthvað svona smá hiti í það. En sko það breytir því ekki, og mér finnst það ekki alveg heiðarlegt að nefna það ekki, það breytir því ekki að menn munu alltaf sko þurfa að glíma við svona álagstoppa og þurfa að nýta aðra orkugjafa eins og olíu til þess að knýja eitthvað áfram. Og mér finnst það ekki alveg sko heiðarlegt þegar að menn sko fara ekki í rauninni eða viðurkenna ekki það sem að blasir við, að það er auðvitað ákveðin ábatagreining sem að leiðir það í ljós að það er auðvitað í margvíslegu tilliti skynsamlegra að nýta olíu og jarðefnaeldsneyti þegar að þessi álagstoppar eru í nokkra daga, þú veist, við tekum sem bara dæmi þessar bræðslur austur á landi, það er skynsamlegra að gera það heldur en að eyða mörg 100 milljörðum ásamt tilheyrandi álagi á umhverfið í þeirri viðleitni að virkja til þess að mæta þessu, sko. Þetta er bara svona, þetta er einfalt reiknistæmi og líka svona ákveðin, það eru auðvitað önnur sjónarmið líka sem það taka í eins og umhverfismálun og svona, þannig að mér hefur fundist stundum hægri menn fara fram úr sér þessu, þar að segja kjörnir fulltrúar, fara fram úr sér í þessum ákafa sínum til þess að reyna einhvern veginn að marka sér einhverja sérstök gegn sko vinstrimönnum í þessu. Já, það er svolítið áhugavert sko að þar eru menn eiginlega líka að gangast inn í dogmað að allt verði að vera endurnýjanlegt, þú veist, og þetta er algjör misskilningur sko, þetta er eins og að sé einmitt eitthvað þvílíkt, maður heyrir bara fyrirsagnir að eins og þetta sé bara náttúruhamfarir í gangi þarna, einhver sé að nota einmitt þarna kol eða eldsneyti í nokkra dag og það sem meira og svo greinir þetta með þess að líka í sjávarútveginum, af því að sjávarútveginn sko, hann hefur náð svo ótrúlega miklum og góðum árangri undanfarin áratug, langt á undan öllum öðrum, langt á undan ríkinu í að draga úr losun sko. Þannig að það er ekkert við sjávarútveginn að sakast. Samt sem áður hafa menn náð að keyra sig inn í sjávarútveginum, inn í svona smá einhverja losunarskömm eða loftslagsskömm og vilja einhvern veginn reyna að bregðast við, kannski að því að menn eru hræddir alltaf við þessa umræðu veiðigjöldin og skattheimtun og annað, þá reyna menn að sveigja hans kannski umræðinu í loftslagsmáli og segja, við erum góðu gæjarnir, við erum að reyna að keyra allt á rafmagni og ríkið bara skaffar okkur ekki rafmagn og staðreyndin er bara svo að staðan eins og hún er í dag er mjög trúlega mjög nálægt því sem að svona hagkvæmast er sko. Ég meina, auðvitað eigum við að fara í það að laga dreifikerfið okkar á skynsamlegum hraða og byggja það upp allt landi og til þess að tryggja þetta fyrir sérstaklega Norðurlandi. En rafmagnsbílar, einhverju svona, þú veist, að því að ég meina út frá mínum bæðir þessu, ég var með rafmagnsbíl og það meikar tölvöldin sens á Íslandi að vera með rafmagnsbíl út frá bara orkunni sem við höfum aðganga að. Ég meina, við út í heimi þá er alls ekki jafn augljóst að þetta meiki jafn mikinn sens, en þú veist, en hér heima þá gerir þetta sannarlega og maður myndi halda að það þyrfti kannski ekkit endilega endurgreiðslu ríkisins til þess að stuðla að þessu. Sko, já, rafmagnsbílar meika náttúrulega engan sens á Íslandi ef það þarf að niðurgreiða. Nei. Það er bara hið augljósa. Þá meikar hann engan sens. Talaðu bara við mig þegar þú kaupir rafmagnsbíl eins og hann kostar út úr búð í útlöndum. Ég meina, bíllinn kostar þetta í framleiðslu og þarna þarfst að líta á sko, meina, gjaldeyrin sem að streymir út og allar að rafmagnsvæða allan bílaflóta. Sko, auðvitað meikar sens fyrir Íslendinga að nota rafmagnsbíla svo lengi sem þeir eru framleiddir á hagkvæmu verði erlendis og eru ekki niðurgreiddir sko. Og einhvern tímann verður það, þessi rafmagnsbílar hafa lækkað mjög, framleiðslukostnaðir hefur lækkað mjög mikið og það er bara þróun sem gerist og ég held að þróunin á Íslandi verður þetta þannig að fleiri og fleiri fá sér rafmagnsbíla því það, þú veist, er hagkvæmt á Íslandi, getur verið ef við ítum út niðurgreiðslunum, en þetta er bara þróun sem þarf að fá að gerast sko lífrænt, það veldur svo miklu tjóni, miklum skaða
ef að við ætlum að ýta þessu hraðar en efni standan til, með tilheyrandi kostnaði fyrir heimilin í landinu sem á endanum borgar sko niðurgreiðsluna, þú kaupir þér rándýran bíl sko en hérna einstæði faðirinn með 3 börn sko sem bara að reyna reka sitt heimili, hann borgar skattana Ég ætla síðan. að senda honum bestar þakkir fyrir hjálpina. Nei, en sko, en það sem er áhugavert í þessu umræðu líka er að sko, ég fæ hvísla til mér frá fólki til mér sinni í atvinnulífinu og jafnvel sem tengist fyrirtækjum sem eru beint að vinna á þessum sviðum, til dæmis í bensíni eða einhver svona, og þar eru auðvitað allir bara vá hvað allt er fáránlegt sem stjórnvöld er að gera í sambandi við þetta, vá hvað öll þessu umræðum orkuskipti skrítin, vá hvað þetta er, bara værið til að láta okkur vera stjórnvöld með þessa afskiptasemjum, þau eru með alveg lúkurnar inn í bara heilu atvinnugreinunum bara massíft og þær eru bara að beygja sig undir einhver svona tilfallandi sjónarmið hjá stjórnvöldum það einmitt nú kemur skýrsla og þá þurfa að fara hraðar í orkuskipti og þá þurfa að gera þetta og hitt og þetta en síðan segir fólk takk fyrir að segja eitthvað af því að við viljum það ekki, við hugsa bara það er svo margt sem ég hugsa sem maður hikar við að segja en þetta, ég skil ekki hvernig maður myndi ekki tala gegn þessu, þannig að það er margt sem er svona, ok. En svo er það, ég meina svo er það bara líka, það er bara margir sko búin að fjárfesta í þessari fróðu sko. Það eru bara margir sem eru að selja þjónustu í kringum þetta, það eru margir að selja flytja inn einhverja rafmagnsbíla og og svo eru reglurnar hannaðar þannig, ég meina það er bara svo mikið rugl í gangi sko í þessu. Það gerist bara þegar stjórnvöld koma svona ákveðin inn á einhvern hluta einkamarkað sem þá verður allt svo skrítið og skrítin umræða og þöggun og einhver svona, Já, og svo verða alltaf þessar óvæntu neikvæðu afleiðingar sem menn hafa ekki gert ráð fyrir þegar menn reyna að neyslustýra og stýra einhvern eitt farveg og þannig að ég meina eins og við sjáum sko það er nú bara hægt að hafa sér þátt það þess bílainnflutning sem að síðan endar hjá einhverjum bílaleigum og þær auðvitað eru aldrei að fara að leigja nota þessa bíla, þeir bara nota niðurgreiðsluna sko til þess að síðan að selja einhverju efnuðu fólki þessa rafmagnsbíla og þetta er ekki á vetrarsetjandi og bara því miður er þetta samt búið að grassera svo mikið og svo verður alltaf flóknar að vinda ofan að þessu og þú sér hvað gerist áramótin þegar það voru feldar niður dregið úr niðurgreiðslunum og ég held feldar niðurgreiðsluna varandi þessa hýbridbíla að þá er það auðvitað bara þeir sem er flytinn þá bíla eða þeir sem er að vinna í því þá er það bara kynnt sem þetta er bara aðföra orkuskiptunum og aðföra rafbílavæðingunni og allt þetta aktivistar, sko. En upplifir þú ekkert að því að mér finnst margir allan að þeir sem eru svona flokkshollir sjálfstæðisflokknum, mér finnst þeir verða eins og menn séu að fremja mikil helgispjöll með því að til dæmis dirfast til þess að hika við þörfina á fleiri virkjunum af því að það er bara svona gefin lína. Verður þú ekkert fyrir aðkast ef að þú ert þarna og ég segi eins og þú ert ekkert að efast í raun og veru þörf á fleiri virkjunum og það er sjálfsagt að virkja eitthvað mikið en það er ekkert eitthvað ótrúlega mikið af stórum skrefum sem er hægt að stíga í viðbót í því býst ég við. Þannig að það er svona tómt mál að vera að ræða það svona mikið en ég meina er það alveg er það ekki umdeilt innan flokks að hika við þetta, að setja fyrirvara við þetta? Nei, ég held að sé ekkert umdeilt. Vandinn er bara að þetta er ekki rætt. Menn eru svo mikið á einhverju sjálfstýringu í þessari umræðu. Og það eru fáir sem að leiða hana. Og svo bara, auðvitað er bara hinn venjulegi maður ekkert að setja sig inn í einhverju ábatagreiningu á einhverju svona virkja eða nota þetta. Þannig að menn bara vantar einhverja one-linera og þá er bara one-linerin orðin sá. Hei, vinstrimenn eru vondir, þeir vil ekki virkja, þeir vilja ekki græna orku, við viljum græna orku. En spurningin er aldrei þurfum við meiri græna orku. Eitt dæmi sko sem menn hoppa á já við þurfum græna orku, við ætlum að búa til rafeldsneyti fyrir flugvélar. Ísland ætlar að vera leiðandi í því sko, ég meina sko það hefur ekki fengist leyfi eða samþykki fyrir sko einni lítilli virkjun sko bara nánast í túnfætinum hjá okkur bónda á landinu. Halda menn virkilega að það verði einhvern tímann sátt eða samstaða það að fara að virkja á Íslandi í þvílíku magni að það nægi til að fara að búa til eitthvað rafeldsneyti. Og fyrir þá sem ekki þekkja sko að þá er rafeldsneyti þá snýst það það sem að virkja, búa til rafmagn sem bara svona hreinn orkugjafi og bara 100% orka bara úr þessu rafmagni. En nei, það má ekki nota það, heldur ætla menn að taka rafmagnið
búa til eitthvað annað eldsneyti, annan orkugjafa úr Já. því og við það tapast sko 60-70% af orkunni. Þannig að það þarf virkilega rosalega mikið til þess að þetta verði eitthvað veruleika. Og það vantar bara alltaf jarðtengingu í þessa umræðu og hægri menn bara því miður hafa annarkvort sofnað á verðinum eða látið teyma sig út í þvælu umræðu þessi mál og það verður að snúa af þessari braut sko, og þá er ég ekki að tala um eitthvað fyrir sjálfstæðisflokkin sérstaklega, heldur bara fyrir fyrir samfélagið og fyrir Ísland til framtíðar. Það verður að koma einhverju skikki á svo umræðu. Hún er bara svo raun. Sambandi við þarna að því ég var að nefna til með Bandaríkin og Þýskaland, ég hugsa töluvert núna á þessum síðustu og verstu tímum utanríkismálin, sko, hvert Ísland á að halla sér á þessum síðustu og verstu tímum einmitt, þú veist, það verður sífellt verið hugmynd augljóslega farin í Evrópusambandið, eins og ég var að nefna þarna með að evran er bara beinlínis að í mjög miklum vandræðum þó að örugglega væri einhverjum með andstæð sjónarmið við það, en svona, og Bandaríkin eru, ég meina það er augljóslega ekkert einfalt ástand þar er verið að sækja Trump til saka, hann er sakfelldur, fólk er með alls konar kenningar það hvernig hann myndi nálgast Atlantshafsbandalagið og samstarfið á þeim vettvangi, Joe Biden er bara eins og hann er og þarna líka bara mjög óljóst og undir hælinn lagt hvernig þetta fer þarna í nóvember. Hvernig sér þú utanríkismálin út frá okkar bæjardyrum séð? Ég meina, fólk ræðir Atlantshafsbandalagið að töluverðum þunga þessa dagana og sumir náttúrulega hreinlega haldaði fram að okkur sé betur borgið utan þess. Ég hef stórar og miklar efasemdir það. Hvað þarna og sömuleiðis er Úkraínustríðið, við erum með Ísrael-Palestínu og fólk er á erfitt með að gera upp við sig hvernig það horfir til þeirra átaka, slæmar myndir sem við sjáum þarna frá Ísrael og Palestínu, en síðan eru einhverjir hagsmunir Ísraels inn í þessu sem fólk er líka að taka mið af. Hvernig er þetta að hugsa þessi mál þessa dagana? Og sömuleiðis voru líka umræður þetta í meira þess að hjá forsetaframbjóðendunum þar sem að kom manni svolítið óvart hvað fólk var mjög að tala gegn til þess vopnasendingum, sko. Það var eiginlega bara Jón Gnarr sem var að mótmæla því að tala gegn vopnasendingum, eiginlega allir aðrir voru í kór að vopnasendingar væru óæskilegar, jafnvel þótt að það væri það sem Úkraína var að biðja Já, þetta er nú svolítið víðfeðm spurning, sko, sem þú spyrð mig, fyrst og fremst á auðvitað eigum við Íslendingar að alltaf að velta því fyrir okkur, sko, hverjir eru hagsmunir okkar, hagsmunir Íslands í öllu alþjóðasamstarfi. Og ég er sammála þér því, það væri auðvitað algjör fásinna að mínu mati að ganga úr NATO og ég veit nú ekki að það er náttúrulega bara frá fyrirverandi forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir sem er greinilega með þá skoðun en þá og hennar flokkur en sko Evrópusambandið er ég meina menn þekkja þetta mína skoðun á því, ég er auðvitað ekki hlynnt því að menn gangi inn í Evrópusambandið og mörgu leyti þetta eru hagsmunir Íslands stundum fyrir borðnir í EES-samstarfinu. Ég er þó þeirrar skoðunar að EES-samstarfið sé svona í það heila til bóta fyrir okkur, en þó er það þannig að ég tel að það sé nauðsynlegt að menn leggi mat á það með reglulegum hætti og menn séu ófeimnir við það að draga fram þegar að hallar á Ísland og við verðum bara að viðurkenna það og það getur vel verið að það sé við einhverjum málum sem að við ákveðum bara samt að láta yfir okkur ganga en við höfum ekki að reyna þakka það niður eða reyna að halda hinu andstæða fram að þetta sé bara æðislegt og eins og menn er stundum að segja núna sko, heyrðu já býtu við þurfum að einlega hitt og þetta bókun 35 vegna þess að það er svo nauðsynlegt að íslensk heimili og einstaklingar njóti sömu réttinda en sko halló, það er bara, stundum er það bara þannig að það er verið að svína á íslenskum heimilum og fyrirtækjum og neytendum í löggjöfinu, það snýst ekki alltaf að halda hagsmunum íslenskra neytenda til haga, stundum eru hagsmunir fyrirtækja sem að ganga nú gegn sko, stundum hagsmunum einstaklinga og öfugt. Þannig að menn verða bara vera svolítið heiðarlegir umræðu. Þú ert lögfræðingur. Þetta snýst þetta að í einhverjum ákveðnum tilvikum þá verði evrópskur réttur að hann taki fram yfir íslenskan í einföldu máli, við skulum ekki fara djúpt í þetta en þú veist að því að maður er að reyna að átta sig á því að þú veist
þetta svona ákveðin, þetta skautun umræðunar, þú veist, það sem Já, þetta er svolítið Davíð skautun, segir já, bara, þarna segir bara fullveldi búið, við getum pakkað saman og síðan segir, þarna, þú veist, já. Það er auðvitað ekki alveg þannig. Ég, svo því sé haldið til haga, ég tók nú þátt í því að ósk utanríkisráðherra þáverandi, sem núna aftur án utanríkisráðherra, að sitja í hópi sem setti saman þetta frumvarp að beiðni hennar, vegna þess að hún vildi hafa það þannig að það væri frumvarp sem að lögin, það yrðu sett lög, það er bara stuttumáli, lög sem að segja það að ef það eru sett lög, ef að Evrópurétturinn er innleiddur í dag, hvort sem það er með lögum eða reglugerðum, og ef það óvart gerist þannig, ef það óvart verða innleidd lög sem að ganga gegn eldri nei, það er reyndar öfugt, það er öfugt, ef það eru sett íslensk lög og reglugerðir, þið heyrið það, sko, maður getur... Ég er að hlusta með það, mikill athygli. Þetta er svo ekki þvæla, já, að þetta er smá þvæla, að ef það eru sett lög í dag, bara íslensk lög, sem að ganga gegn eldri lögum sem að innleiddu reglur EES-réttarins, að þá mun ekki gilda sú regla sem að er svona alfa og omega íslensks réttarfars, sem er sú að yngri lög ganga framar eldri lögum. Heldur verða það þannig að það veri sett ný lög en samt sem áður gildi eldri lögin. Þegar kemur að Evrópuréttar innleiðingu. Og þetta bara við þá lög sem hafa verið innleiddir réttilega innleidd, annarkvort lög eða reglugerðir. Sem sagt að þá haldi, þá get ekki ný lög overrætað eldri lög, nema náttúrulega, að það eru ekki að svipta þingið, það er ekki að svipta þingið rétti til þess að fella úr gildi eldri lög, en þá þarf alltaf þurfa þingmenn og þeir sem semja frumvörpin, þá er áþeirra eftir atvikum, að passa það að segja í lokin, ef skekkinni að það væru til eldri Evrópulög þetta, þá gilda þau. Eða þau detta, þá detta þau úr gildi. Þannig að þetta kallar, ef þetta nær fram að ganga, þá kallar þetta nú í fyrsta lagi á umtalsvert breytta ferla við samningu lagafrumvarpa, bæði í stjórnarráðinu og hjá þingmönnum sjálfum. Ég sé fyrir mér bara menn, sko, sem eru mjög heitir, sko, að þeir munu bara alltaf setja í lok hverrar lagasetningar hjá sér. Ef í gildi eru eldri Evrópulög eða eitthvað, þá falla þau úr gildi með þessum lögum. Já, sko. Hægt að leysa þetta. Sko, þannig ég er ekki sammála þeim sem segja að þetta sé, sko, 100 í hættunni eða þarna sé búið að bara afnema allt. En þetta er skrítið að gera þetta og það er svolítið með þessu auðvitað verið að, og ekkert svolítið, það er auðvitað verið að veita Evrópureglunum meira vægi, en þó, ég bara benda á það, en þó er það að ræða, þetta eru þá Evrópureglur sem hafa þegar verið innleiddar í íslensku lög. En ég skil ekki að láta eldri Evrópuinnleiðingar gilda framar nýjum Evrópuinnleiðingum sé að gefa... Nei, þá nýju lögin, það væri kannski ekki Evrópuinnleiðing. Ok, þannig að ný íslensk lög, ef þau eru í trássi við eldri Evróputilskipanir, þá gildi eldri lögin. Já, bara fyrir 5 árum var kannski til dæmis innleitt einhver löggjöf á einhverju sviði, sko, hvíldartíma ökumannaskiluru fyrir 5 árum. Svo á morgun kemur bara einhver þingmaður eða einhver ráðherra sem segir, bara setur nýja reglu þetta, bara algjörlega nýja reglu hvíldartíma ökumanna. Í lögum, sko. Þá bara það er samþykkt, það bara gilda þau lög ekki vegna þess að eldri lögin halda gildi sín. Skrítið, og ég er ekki einu sinni viss um það, ég er ekki sko, svo eftir að láta það reyna hvort að dómstólar myndu gúddira þetta, sko, ef að síðan einhver ökumaður kæmi og segði, hér er bara ný lög, ég bara þarf ekkert að hvíla mig svona, sko. Áhugavert. Þannig að þetta er, áhugavert, það er þetta, já, ég tek alveg Línu Sigmundar hérna, þetta er bara ákveðið fullveldi farið hérna, Þó þannig að þingið getur alltaf, svo getur verið, sko, segjum að Þórdís Kolbrún ætlar að leggja þetta fram aftur núna, ég man ekki, Bjarni held ég hafi verið búin að gera það, og þetta verið samþykkt núna í dag, svo getur verið kosið og nýtt þing getur bara afnumið þessi lög bókun 35 aftur. Þá er, sko, ástæðan fyrir því að menn eru að gera þetta er auðvitað að reyna að friða einhverja eftirlitsstofnun ESA sem er búin að hóta einhverjum málshöfðunum. Ég segi nú alltaf,
heyrðu, bring it on, sko, meina, allt í lagi, meina, við erum með Já, EFTA-dómstólinn. Ef að mönnum líður eitthvað illa með hvernig Íslendingar hafa verið að túlka þennan EES-samning núna í 40 ár, að þá skulu, 30 ár, þá skulu við bara fara fyrir dómið og ræða það þar, sko. Menn ekkert vera hræddir við það. Það er alltaf verið að hóta Íslendingum einhverjum málshöfðun, menn ekkert vera hræddir við það, heldur bara fjalla það á þeim en við vorum vettvangi. að tala Og ég er ekki sammála því að þetta hafi verið sé brýnt mál, þessi bóku, þetta frumvarp, að það sé brýnt mál, ég er langt frá því sammála því. Þannig að en menn bara hafa viljað, það er þetta sem við vorum að tala um í upphafi, menn nenn ekki slaginn, menn einhvern veginn búin að gefast upp á aðeins að tala, færa rök fyrir málið sínu, sko, að því að Íslendingar hafa bara mjög góð rök í þessu máli. ég Við erum bara búin að vera allan að með, síðast sem ég heyrði og það var nú frá Brussel mönnum, sko, það var að við myndum ekki fá EES-samningin í dag og það finnst mér svona einhver svona ákveðin staðreynd sem gæti varpa ljósa að þetta sé kannski bara fínn samningur fyrir okkur. En við vorum að tala um að því ég sá að flokkssystir þín Diljá Mist var að kritisera forsetaframbjóðendur fyrir ummæli vopnasendingar og við erum, ég meina, það var bara þetta skref var bara stigið fyrir einhverjum ákveðnum tíma að fara að senda vopn og þangað til hafði þetta verið eins og fólk er alltaf að tala um plástrar og sárabindi. Hvernig lítur þú á það og hvað hefur áhyggjur af stríðsrekstri víða veröld eða já, auðvitað hefur maður það og ekki bara þarna, ég meina það er bara í Afríku og út allan heim eru bara hræðileg átök og mannréttindabrot og alls konar viðbjóður í gangi út allan heim. Ég er samt hins vegar hugsi yfir þessari orðræðu, þetta er svo hræðilegt hugtak, en þessari umræðu þetta. Ég tók eftir þessu í forsetakosningunum, sko, já, menn voru þarna menn voru nú allir settu spurningamerki við þetta, svo drógu nú einhverjir í land, held ég kannski, en mér fannst nú langt gengið, sko, ég held að nýkjörni forseti ræddi þetta bara heiðarlega og mér fannst nú svolítið langt gengið hjá mönnum að telja þessa, þú veist, miðaldra konu í einhverju forsetaframboði sem lýsir bara að mínu mati skynsamlegum sjónarmiðum það að land eins og Ísland sem er í NATO og gleymum því ekki að NATO hefur landamæri, sko. Víglínan í NATO samstarfinu eru landamæri NATO-ríkjana. Að þegar þessi forsetaframbjóðandi ber það upp að þetta sé umhugsunarvert, sko. Þessi menn sem komnir í að kaupa vopn fyrir land sem ekki er í NATO, að þá er því, eins og ég las það á einni bloggsíðunni, sko, að þetta sé þeir sem ætla að taka undir með henni sé bara komin á vígvagnin, sko, stríðsvagnin. Bara eins og hún fari fyrir einhvern stríðsvagni. Mér fannst þetta og mér finnst þessi gífur yrði algerlega óviðeigandi. Náttúrulega almennt og yfir höfuð, en þó sérstaklega í svona alvarlegu máli, sko. Menn verða nú að fá aðeins að ræða þetta stóra mál og því að þú nefnir hana Diljá Mist sem að ég las í fréttum að hún telur mikið skilningsleysi á Íslandi vera á þessari aðstoð við Úkraínu. Nú það kannski skildi þó ekki vera vegna þess að menn hafa nú lítið gert í því að rökstyðja kannski og útskýra aðeins fyrir mönnum, af hverju menn fara þessa leið og svara kannski þeim svona bara spurningum og vangaveltum sem menn hafa upp þetta, byrju hvert er loka takmarkið í þessari aðstoð við Úkraínu til dæmis, og eigum við von á að Evrópuríkin og NATO-ríkin haldi áfram að senda vopn til annarra ríkja. Á sama tíma lesum við fréttir það að menn hafa áhyggjur af til dæmis vopnabúri NATO-ríkjanna sjálfra. Já. Að þar sé nú ekki að menn séu mjög vanbúnir og þetta eru ríki sem hafa skuldbindingum að gegna við Ísland og þetta fyrst og fremst þetta við eigin ríki og vopnaframleiðendur hafa bara ekki undan, sko, og þeir hafa sagt að það taki nokkur ár að vinna upp þetta þennan skorts á vopnum sem að þessi ríki glíma við í dag. Þannig að þetta finnst mér bara málefnalegar vangaveltur og ekkert sem réttlætir svona gífuryrði
og allra síst af hálfu hægri manna sko, gagnvart mönnum sem að velta þessu. Og þetta náttúrulega og sjálfsagt eru til ýmsar skýringar og sjónarmið og mjög málefnalegi sjónarmið fyrir því að vestræn ríki eigi að hópa sér að styðja við þessi tilteknu ríki, þessum tilteknu átökum og þau eru til en það eins og menn verði svolítið pirraðir leið einhver vill ræða þau sko. Auðvitað tvímælalaust, það geta verið rök fyrir því að menn verða þó líka að sjá til sólar sko, í þessum efnum. Það er mjög gott viðtal í gangi, ekki sama, stopp aðeins. Samstarfsaðilar fréttavíkunar eru Þorgrímsson byggingavöruverslun sem þú ættir sannarlega að kíkja í áður en þú gerir nokkuð annað ef þú ert með framkvæmdir í huga, bað eða það eru flísar í eldhús eða bað, panelar, eitthvað sniðugt á veggi, einhverja framkvæmdir að laga eitthvað, að gera eitthvað eins betra, visslegra, farið í Þorgrímsson og sjáið notæfa, góða, ódýra dótið sem eru með til þess að virkilega bæta rými, hljóðvist til dæmis. Hvernig getur þú bætt hljóðvistina? Það með því að versla við Þorgrímsson. Önnur verslun, samstarfsaðili fréttavíkunar er Reykjavík Fótó. Við lifum á tímum tæknibyltingar, þar sem hver og einn getur framleitt efni í gæðum sem hefði verið óhugsandi fyrir nokkrum árum. Þannig að þín leið inn í byltinguna með Reykjavík Fótó, hljóð, mynd og ljós ódýrt. Áður við höldum áfram stuttilkynning frá góðu fyrirtæki. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Í útlendingamálin og það náttúrulega að meðal þess sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega mist ákveðin trúverðugleika í, þar að segja að koma einhverju skikki á þessu útlendingamál þó að viljinn virðist vera fyrir hendi núna og þau virðist þetta að koma þessu frumvarpi í gegn sem felur í sér svona alls konar eitthvað aðeins smá takmörkun á fjölskyldusameiningar þar að segja að þau eru að líða 2 ár og svo þetta með að maður fari ekki málsmeðferð fyrir einhvern sem með vernd annar staðar. Hvernig heldur þú veist ef við horfum á þessu mál eftir 5 ár á Íslandi, heldur það verði bara búið að skrúfa þetta alveg niður í eitthvað miklu minna kerfi en það núna eða telur það verði óvinnandi vegur að gera það? Jú, ég held að það sé mikilvægt að menn séu stöðugt að endurskoða löggjöfina sko. Þetta er ekki bara einskiptis aðgerð að breyta útlendingalögum og ég fór nú strax í það þegar ég tók við og breytti löggjöfinni og líka reglugerðum sem að byggja á löggjöfinni. Það skipti mjög miklu máli til þess að takla þannig vanda sem þá var sko í kerfinu, nú bara vandinn annar, þá þarf að takla það og það þarf að gera það og það er ekki bara gert með breytingum á lögum eða reglum, það þarf líka að gera það með nánast maður á mann kerfum, samskiptum við önnur ríki. Það skiptir mjög miklu máli að gera það og svo skiptir mestu máli þessu að láta ekki hjá líða að rannsaka í það minnsta ef ekki að grípa til aðgerða þegar að menn sjá að það einhverju toppar að fara að myndast, eitthvað skrítið að gerast og það til dæmis gerðu menn ekki varðandi Venesúela á sínum tíma, menn sáu toppanum, menn hafa bara ekkert gert sko. Og svo þegar menn fóru að rannsaka það, þá lágu þar að baki sko ýmsar ástæður sem menn hefðu getað kannski tæklað fyrr, en núna sýnist mér nú að það sé búið að draga mjög úr umsóknum frá Venesúela vegna væntanlega aðgerða hér, en já, þessi mál auðvitað sko margslungin. Eitt af því sem að ég kannski goldi varhug við sem ávið þetta frumvarp, eða ekki það, ég hef ekki skoðað frumvarpið, það er búið að breyta því og er ekki svo sem að kafa djúpt ofan, en ég heyri málflutningin sem sá að við þurfum að hafa löggjöf eins og á Norðurlöndunum og ég segi nei, við þurfum alls ekki löggjöf eins og á Norðurlöndunum. Við þurfum löggjöf sem hentar Íslandi og ef að löggjöf Norðurlöndum hentar ekki Íslandi þá þurfum við ekki löggjöf eins og Norðurlöndum. Þess utan það nú bara þannig að löggjöfin á Norðurlöndunum er mjög mismunandi á milli Norðurlandana. Það er bara tvennt ólíkt til dæmis í Noregi og Svíþjóð hvernig þau hafa tekist á við strauminn frá Úkraínu. Það eru mismunandi reglur sem gilda Úkraínumenn í Noregi og Svíþjóði og hvernig hefur verið tekið á móti þeim. Og það bara gera menn þetta bara því að menn líta bara á hvað í gangi hjá okkur sko, þessa stundina. Getum við verið að taka á móti bara 1.000.000 manns
frá Úkraínu og veitt þeim bara nánast eins og ríkisborgararétt sko. Það hægt á þessu tímapunkti eða ekki? Og þess vegna gældi bara varhug við því að menn hoppi, en þetta kannski aftur komum við að þessu frasa eða froðuvæðingu umræðunar. Þetta bara frasi, við þurfum að vera eins og öll önnur lönd, vera, þú veist, auðvitað eigum við ekki að vera með einhverja löggjöf sem að skapar ákveðna segla til Íslands. Já, ekki náttúrulega nema ef við þurfum á því að halda, þá ættum við kannski að vera með það. Stundum þurfum við á fólki að halda og þá bara verðum við að vera með þannig löggjöf, en stundum ekki. Þannig að ég held að menn ættu aðeins að varast það að alhæfa svona einhverja löggjöf á landi, heldur líta bara hver staðan hjá okkur í dag, hvað getum við tekið á móti mörgu fólki. Og þá þurfum við líka að líta á ekki bara kannski stöðuna í dag eins og hún heldur getum við, ef við tökum á móti fullt af fólki sem milli 30 og 40 og 50 kannski, af því menn, þá líka að tala útlendinga ekki bara hælisleitendur, heldur bara á vinnumarkað, þá þarf líka að spyrja, getum við, getum við verið með þetta fólk líka þegar þetta fólk komið öll í lífeyri, sko? Þetta fólk á enga sjóði í lífeyriskerfinu, hvernig lífeyrissjóðakerfið og tryggingakerfið í stakk búið til þess að taka móti kannski 5.000 manns árlega núna næstu 15 árin af fólki sem sko ekki búið að mynda sér og mun aldrei ná að mynda sér þannig sjóði eins og Íslendingar sem eru fæddir hér. Þannig að þetta þarf alltaf að skoða svona heildarmyndin, en svo líka útlendingamálin það sem skiptir miklu, þessi hælisleitendamál segi ég, það sem skiptir miklu máli þar líka þróun á á þessu Schengen samstarfi, því það í farvatninu í Schengen mikla breytingar sem lúta að því, bara stuttumáli, þá verður að gera Schengen-kerfið bara eins og Bandaríkin. Það að segja að menn þurfa að skrá sig inn á svæðið áður en að koma inn á það og hafa tíma og þannig að menn eru skráðir með sama hættu í Bandaríkjunum. Ég held að þetta geti verið ákveðið stjórntæki meðal annars varðandi hælisleitenda strauminn minnst inn á Schengen og Schengen löndin að leggja töluvert í landamæravörslu og ytri landamærum og svona. En auðvitað þarf að fjalla þessi málefni hælisleitenda í víðara samhengi og horfa á rætur þessa vanda, sko. Það auðvitað bara í þessu, menn þurfa auðvitað bara að mínu mati alltaf að hjálpa sem flestum löndum til að komast í álnir, sko, auka viðskipti við lönd og þar getur Evrópusambandið svo sannarlega gert miklu mun betur í stað þess að reisa tollamúra gagnvart þessu löndum, nágrannalöndunum í Afríku, að auka viðskipti þar þannig að það verði skapist tækifæri til hagsaldar í þessum löndum, þannig að menn séu ekki að streyma hingað inn vegna þess að meiri hluti þessara hælisleitenda sem kallar auðvitað bara fólk sem að leita sér að betra lífi. Það ekki að flýja bráðavanda þegar kemur að stríði eða þess aftar eða pólitískar ofsóknir. Langstærstur hluti þessa fólks bara að flýja ömurlegt, sko, kannski stjórnarfar og efnahagslíf í sínum löndum. Þannig að þetta eiga þessi lönd og við vestræn ríki að fjalla meira En þetta náttúrulega líka að meðal þess sem að og ég var eitthvað dögum að vísa í þess bók sem heitir Exodus eftir Paul Collier sem svona migration stúdía, þar sem hann skoða einmitt orsakir þess að fólk að flytjast og líka síðan orðræðuna á Vesturlöndum sem einhvern veginn öll að þá leiða það eina sem í mögulega í stöðinu fyrir Vesturlönd einmitt bara að opna landamærin, það sé það eina mannúðlega í stöðinu, hann ekki að segja það en orðræðan hjá mörgum þannig að það bara þau segja bara við eigum að sýna mannúð og hjálpa þessu fólki og svo ekki tilgreint hvaða mörk halda innan hvaða marka það á að gerast, heldur bara svona við eigum að gera það þegar einmitt, þú veist, það ekki sérlega sjálfbært til framtíðar að hugsa þessi mál svona í stæðan fyrir að bara við eigum að gera það sem við getum til þess að stuðla því að lífið sé sjálfbært og gott í einmitt þessum löndum, sko, en ekki að bara snúa dæminu við og segja bara komið bara hingað, skilur þú veist þarna, þegar, en bara hugsunin svo einföld hjá mörgum að það kemur bara býtu mannúð og maður bara, já, þú veist auðvitað
auðvitað mannúð auðvitað til í allir ykkur fyrir öllum, skilurðu? En mesta mannúðin felst þetta bara í samskiptum við þessa fólk í þessum löndum daglega. Ekki endalaust bara síðan þessi gegndarlausa þróunaraðstoð sko. Það þarf bara að koma upp kerfi bara á venjulegum samskiptum við þessi lönd eins og önnur lönd. Og þar auðvitað byrja menn auðvitað bara í ríkjunum sem næst, ég meina Túnis ég fór til Túnis og hitti þar stjórnmálamenn þar og sem lýstu bara alveg fráleitri afstöðu Evrópusambandsins til innflutnings á ólífuolíu frá Túnis. Ég meina það var bara, tók það bara þá einhver áratugi að fá að flytja inn ólífuolíu til Evrópusambandsins, af því Frakkarnir stóðu á móti því. Þannig að þetta er svona bara atriði sem að skipta mjög miklu máli og mestu máli auðvitað fyrir þetta fólk, af því að auðvitað verður þetta ekki þannig að við getum tekið, að allir geta komið til þessara landa, sko. Það bara er ekki þannig til okkar, sko, á Vesturlöndum. Nei, og við gætum svo sem í framhaldi að þessari umræðu fara að ræða mál sem ég ræði allt og mikið, sem er líka bara staðan svona almennt hérna á Íslandi, sko, með tilliti, ekki bara til þeirra flóttamanna sem tökum við, heldur bara líka innflytjenda stefnu almennt, sko, hvers konar framtíðarsýn menn hafa í því, vegna þess að ef þróun heldur áfram eins og hún er núna, þá náttúrulega verður við minni hluta hérna Íslandingar eftir svona 20 ár. Já, ég meina það, sko, það er alveg mjög auðvelt að fá 1.000.000 manns til Íslands sem vilja á árið, sko. Já. Þú veist, það er bara, ég meina það er bara stjórnast af flugferðum, sko. Já, og á mörgu leyti er sko hagvöxturinn sem við höfum fengið bara byggður á því að hingað hefur flutt svo mikið af fólki, þar að segja þetta er engin framleiðni er ekki að aukast, hagkerfið er ekki að vera skilvirkara eða áhugaverðara til þess bara fyrir ungt og mennta fólk eða neitt slíkt, heldur eftir bara með fleiri störf sem eru auðvitað bara í ferðaþjónustu og byggingariðnaði og afleitu bara þenslunni, þannig að það er svona líka einmitt þegar maður talar efnahagsmáli, þá svona Sjálfstæðisflokkurinn hefur heldur ekki tekið það alveg til umræðu, sko, hvernig er þetta, finnst mér allavega, mér finnst allavega að Kristrún sé í mjög góðu færi til þess að berja sér á brjóst með það, að þessi umræðu hefur ekki verið átt. Þú veist, en hún hefur heldur ekki farið fyrir neinni slíkur umræðu? Nei, já, svona, hún hefur rétt svo vísað í hana, en hún hefur heldur ekki lýst í nákvæmlega hvað hún vill gera í staðinn endilega. Já, hún hefur bara reyndar, finnst mér, sko, og minnst það með ólíkindum, sko, að hún skuli ekki hafa notað tækifæri þessa þögn sem að, sko, er ekki þöggun, heldur bara einhver sjálfskipuð þögn hérna, stjórnmálamanna núna undanfarin ár. Það verðist enginn ætla að taka það pláss sem þeir geta svo sannlega tekið í þessu. Nei. Eitthvað annað í þessu, Sigríður, við erum nú búin að fara víðan völl, eins og sagt er. Þarna búin að ræða útlendingamálin og orkuskiptin og sko forsetana og grunngildi vestrænar siðmenningar. Er eitthvað annað sem liggur þungt á þér? Nei, það liggur ekkert sko, liggur nú ekkert þungt á mér, sko. Þótt að ég leggi mikla áherslu orð mín, þá mega menn ekki skilja þannig að þetta liggi þungt á mér. Nei. En ég held að það sé bara tækifæri fyrir frjóa umræðu á næstu vikum og mánuðum, tala nú ekki að menn sjá fram á einhverjar kosningar í fyrrafallinu, að þá vona ég að minnst kosti menn setji undir þessu hausinn og menn fari svona leggja eitthvað til málana, sko. En er þetta ekki svolítið leðilegt? Ég sá Alþingisráðsson og hugsaði, maður, það stóð afurðasjóður Grindavíkurbæjar, þú veist, eins og segja, alls konar gerast í Grindavík og rosalega flókin mál þar, en þú veist, bara afurðasjóðurinn, skilur, og hvernig allt hljómar, sko, þetta er svona, þú veist, daglegt líf, sko. Svo er líka, sko, Grindavík er nú eitt dæmi, sko, eða eitt stórt auðvitað mál, sko, en ég vona nú að menn mikli þetta nú ekki fyrir sér, sko. Þetta má ekki verða þannig, að því að nú var að verða að stofna einhverja nefnd, sko, auðvitað, með einhverju fólki í vinnu næstu árin, fyrir utan, sko, fyrirtækið eða EHF-ið sem var stofnað einhver sjóðu til þess að kaupa fyrirtæki. Að þetta verði eitthvað þannig að menn verði í mörg ár að malla í einhverju svona, sko. Svona hluti á bara að afgreiða, sko, hratt einhvern veginn og loka málinu. Hins vegar er það menn hafa ekki ennþá, og þeir sem að bera ábyrgð á því að kaupa upp þessar fasteignir í Grindavík, það hefur engin lagt neitt eða upplýst það hvaða sýn hann hefur og hvað á að gera við þessar fasteignir, sko. Ætla ríkið til dæmis núna, því hefur ekki verið svara, ætla ríkið núna að halda hita á þessum húsum, að kosta til viðhalds á þessum húsum? Hvernig er það, þú veist? Á þetta bara verða
Draugabær af því stórar spurningar. Af því á sama tíma verða að kosta mjög miklu til að byggja varnargarð Grindavík og spara þannig sko, ég held að þeir einu sem græða því hið erlenda tryggingafélag sem að hefði þurft að borga út þessi hús sko ef að hraunið færið þarna yfir. Þannig að þarna vantar einhverja svona bara framtíðarsýn sko og ég bara held að stjórnmálamenn dagsins dag bara vonið að næsta kjörtímabil einhvern veginn reddi þessu. Já, það ekki þannig? Getur einhver axlað á ábyrgð að taka á sig einhverja framtíðarsýn hvað þetta varðar? Þetta náttúrulega heilt bæjarfélag og algjörlega katastrófískt ástand. Það er að segja engin leið að segja hvort þetta verði í 10 ár í viðbót eða 60 ár í viðbót, heila mannsævi. Það þarf samt að svara því. Mér að þetta bara á fjárlögum hversi einasta áskoð, menn þurfa bara og fjármálaáætlun, hvaða sýn hafa menn á þetta sko? Já, og einhver þarf að ábyrgjast á sín, já, það hljómar hræðilega að þurfa að gera það. Nei, ég veit, en ég meina, menn bara fá borga fyrir að gera það sko, og sama skapi þetta þurfa kjósendur líka að virða mönnum það til vorkunar, stundum þarf að taka erfiðar ákvarðanir og það er stöðugt að minna kjósendur á það sko, en nei, ég bara tek þetta sem dæmi sko, því að menn, þetta er auðvitað stórt mál, ekki fjárhæðnar er kannski ekki stórkostlega það sem var keypt upp þessu hús, en þannig lagað sko, en til lengri tíma. En til lengri tíma, menn þetta er bara, það er mikill kostnaður að reka ef þú ætlar að fara að vera með viðhald og reka þessi hús sko. Og það er líka ábyrgð að láta þau drabbast niður. Í hvað tilgangi? Já. Þannig að þetta er svona... Ég vona að, já, það svo eru alls konar aðri þættir í þessu, eins og bara til dæmis bara að fólk er að horfa fram á bara hálfgerðan samdrátt í ferðaþjónustu núna og sem er bara skellur sem getur komið núna en síðan getur hann dregið dilka eftir sér á ýmsum sviðum líka og stuðla að þessu sem margir segja að geti verið að sigla í einhvers konar mini-kreppu. Þannig að það er ekkert víst að eftir ár það verður kosið að þetta verði eitthvað sérstaklega ljúfir tímar í pólitík. Það er að segja að þetta getur bara orðið býsna flókið. Alveg örugglega, ég meina það voru fréttir í dag auðvitað efnahagsmálunum og verðbólgan er ekki að fara niður og bara því miður neita stjórnmálamenn að horfast í augu við það að stóra ástæða þessar verðbólgu eru auðvitað aðgerðir sem að menn fóru í COVID sko og sem að þú veist þetta er bara eftirköst gríðarlegra neyslu útgjalda fyllirís stjórnmálamanna á þessu stutta tímabili sem að þessi faraldur gekk yfir. Þannig að Ég hugsa stundum það, ég var að vinna tímabundið hjá Árnastofnun, þá var ég ungur maður þegar þetta var og ég var einhver svona tímabundið verkefni þar og aðrir sem ég þekki sem voru á háskóla aldrei á þessum tíma og það voru bara störf fyrir alla. Það var sagt við alla ríkisstofnari, fáið þið bara 20 milljóna til þess að vera með atvinnubótavinnu í grunninn, ekki það að ég tel ekki að mitt framlag hafi verið verðugt, launa minna, en enga á síður, þú veist, og þannig að hugafarið var allt bara, nú ætlum við bara að gjörsamlega skrúfa upp útgjöld og svo klóra menn sér í kollinum yfir í af hverju það tekst ekki að knýja niður verðbólgið, það var bara dælt og miklu út í hagkerfið. Ég las viðtali held í dag í gær við formann samtaka veitingahúsa rekenda, hann er að benda á það að það sko eru fleiri að fara á haus en nánast sko eitt veitingahús á dag á viku sem fer á hausinn núna þessa dagana og á síðasta ári og þessu ári og hann bendir þetta réttilega á það að þetta er auðvitað miklu meira heldur en var sko í COVID þegar enginn fór út að öllum var bannað að fara út að borða og stöðunum var lokað þá var, ég meina þú veist þetta var ofboðslega röng ákvörðun að taka að fresta þessum skelli með þessum hætti eins og verið er að gera. En það er þetta verður svo langvinnt. Já, og ólíklegt að menn munu nokkuð mann taka ábyrgðina á þessu, eðlilega, fólk hefur ekki náttúrulega tilhneigingu til þess að ábyrgjast þetta, en þetta er augljóslega og hefur raunverulega alvöru lífsafleiðingar fyrir fullt af fólki einmitt, þegar þú þarft að setja veitingastæðin fara í gjaldþrot eða hvernig það er og það sem maður hugsa með þessi ríkisútgjöld er að það meðnum er bara fyrirmunað að ná stjórna þessu. Ég meina, það þyrfti náttúrulega bara að sparka upp hurðinni þarna í þessu stofnun og sagði bara allir út núna, við ætlum bara að prófa að leggja ykkur niður og sjá þarna hvort það hafi verið þörf á ykkur og þá ætlum við að fika ykkur áfram, kannski með einum starfsmann í ráðuneytinu. Á sama tíma er fólk að tala um þetta, núna verði að koma fót mannréttindastofnun á Íslandi, eins og við bara til þess að svona, huga að þessu.
þú veist, Af því mannréttindi eru náttúrulega alveg fótum tróðin hérna á Íslandi og það eru ekki sko, og lýðræði er í hættu á Íslandi og það er ekki og það eru nokkrar mannréttindastofnanir eða mannréttindaráð og nefndir á víðsvegar hérna á landinu en þá telja menn það helst skipta sköpum að það verði sett á laggirnar ný ríkisstofnun sem byrjar auðvitað bara með 1 starfsmanni en verður fljótt sko 1,5 og síðan allt í einu 5, 10. Já, mannréttindastofnun, við lýsum við stuðningi við stofnun mannréttindastofnun hérna. Nei, þetta er allan að eins og ég sé þetta, þá er ég fyrirtækjarekandi, ég að greiða ég er tiltölulega nýorðinn fyrirtækjarekandi og ég að greiða mun meira í opinber gjöld og skatta en mér hefði órað fyrir að væri raunin þegar menn eru í svona rekstri. Þú hreyfir þig ekki. Velkomin í lífið. Já. Þú hreyfir þig ekki án þess að það sé tekið eitthvað að þér og eins og ég segi, ég hef síst yfir einhverja kvarta af því að mitt fyrirtæki er nú ekki flókið sko, en aðrir, þú veist, þeir eru bara að glíma við það að ríkið virkilega tekur mikið frá manni og svo er því sóað í einmitt óþarfa og það er engin stjórnmálaflokkur allavega í ríkisstjórn núna sem hefur sýnt það að honum sé mun virkilega ganga með til bóls og höfuðs á þessu batteríi sko. Þannig að það er aldrei vita nema þú stýrir þetta fram með skýran valkost í næstu kosningum. Það verður spennandi að sjá. Það væri eftirspurn eftir þessu sjónarmiðum. Það get ég alveg sagt þér og ég tek undir með því ég er nú líka að reka fyrirtæki. Já, heyrðu, Sigríður, takk kærlega fyrir komuna þetta og aldrei að vita nema hnippið aftur. Ég hugsa kjósendur og hlustendur hafa haft gaman að þessu. Jæja, takk fyrir það, takk fyrir spjallið. Að því öllu sögðu með Sigríði Andersen. Þá sjáumst við hér í næstu viku. Fyrir eftir vikuna verða á sínum stað. Ég minna á samstarfsaðila mína, Reykjavík Fótó, Myntkaup, Þótt Þorgrímsson og Happy Hydrate. Í bili, Guð bless ykkur.